Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Mér langar að byrja að þakka ykkur hlustendum af því að án ykkar væri þetta hlaðvarp ekki það sama. Þið hvetji mig til þess að koma með gæðaefni viku eftir viku og ég finna núna eftir sumarfrí hvað ég brenn fyrir að gera þetta, hvað þetta er ótrúlega skemmtilegt og hvað ég bara hlakka til að færa ykkur nýjan þátt vikulega, kannski að 2 vikna fresti þegar líður á veturinn, aldrei að vita. Svo að sjálfsögðu langar mig að þakka samstarfsaðalunum mínum sem gera mér kleift að verja miklum tíma í þetta hlaðvarp. En Netto hefur heldur betur stutt við bakið á mér, Spíran og núna nýjasti samstarfsaðalinn Heilsuhillan. En Heilsuhilla Artisan býður upp á vandaðar vörur til bættrar heilsu og vellíðunar. Og ég mun í næstu þáttum kynna inn ýmsar góðar vörur frá Heilsuhillunni. Talandi félagslega heilsu og félagslega töfra, þá gerast þeir nú heldur betur á Spírunni. Bæði starfsfólkið þar svo yndislegt og brosir alltaf til manns, en ég finn alltaf yfirleitt þangað líka með vinkonu eða einhverjum fjölskyldumeðlim og þá nýtir maður þetta til að rækta félagslega heilsuna í leiðinni. Netto býður upp á alveg ótrúlegt magn af heilsutengdum vörum. Uppáhaldsvörurnar mínar, sem ég hef nú oft nefnt hérna áður, eru Englamark vörurnar og ég kom með eitthvað algjört æði fyrir súru gúrkunum frá þeim. Ég hef bara aldrei smakkað jafn góðar súra gúrkur og ég vona að þær verði ekki bara alltaf búna núna því að segja ykkur frá þessu. Gestur minn í dag er hann Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, en ég var svo heppin að hann hélt fyrirlestur upp í MH, þar sem ég starfa sem kennari í vor, félagslega töfra og þetta fekk mig mikið til að hugsa og ég bauð hann því velkomin hér í dag til þess að segja ykkur öllum betur frá þessu og hvaða áhrif þetta getur haft á heilsu okkar og bara á líðan þjóðarinnar. Vertu velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hver er Viðar Halldórsson? Við byrjum bara svona aðra á bakgrunninu þínum. Þetta er eina spurning sem ég er með að svara. Nei, ég er bara fæddur í Reykjavík, ég er 54 ára. Starfa sem prófessor í félagsfræði, Háskóla Íslands og hef kannski oft verið að vinna mikið svona tengstum íþróttageirann, verið svona fjallum slík mál, vinna bak við tjöldin með íþróttalið og þannig að ég hef svona mikinn áhuga á bara fólki og samfélagi og þessu afli sem að verður til í mannlegum samskiptum. Hvað við köllum það stemning eða félagslegi straumar eða hvað þetta er. Hvað gerist þegar fólk kemur saman? Þannig að ég er að skoða það svolítið í vinnunum minni í háskólanum og nýta það með því að vinna með íþróttalið til dæmis. Þannig að þetta er það sem að svona, ég hef alveg gríðarlega mikinn áhuga á. Hvaðan spratt þessi áhugi? Ég bara veit það ekki. Einhvern veginn svona í lífinu, ég held að lífið svona það bara einhvern veginn dregur mann inn á einhverju brautir. Ég held að sé rosalega mikið af svona tilviljunum og einhverju atburðarás sem gerist sem að maður svona fer í einhvern stað í lífinu og eitt leiðir af öðru og svo einhvern veginn finnur maður ef maður er heppinn og langsamur þá finnur maður einhvern veginn fjölina sína þá finnur maður það sem að drífur mann áfram og maður fær ástríðu fyrir og svona þú veist og heldtökum mann svolítið og það er bara svolítið hjá mér, bara félagsfræði og þetta stórkostlega afl sem verður til í mannlegum samskiptum og samfélag og lið og hvað þetta nú er. Það hefur einhvern veginn bara verið orðið af áhugamáli mínu og vinnu, Þannig að ég er svona lánsamur með það að hafa dottið inn á það eitthvað tíman á lífsbrautinni, Það er alltaf bara geggjað. En hvað er félagsfræði? Hvernig er hún skilgreind? Félagsfræði fjallar bara samfélagið, Þetta ætti eiginlega miklu frekar að heita samfélagsfræði. Fjallar samfélagi, fjallar tengsl einstaklinga og samfélags.
hvernig samfélagið mótar einstaklinga og hópa og hvernig einstaklingur og hópar hafa áhrif á samfélagið og svona, þú veist, þannig að það hefur verið að rýna í líf fólks í samfélagi, mótun sjálfsmyndar, hvað gera hópar, þjóðir og allt þetta, bara hvað er þetta fyrirbæri og þetta er alveg endalaus uppspretta af viðfangsefnum og við segjum stundum í félagsfræði að okkur er ekkert óviðkomandi. Þannig að við svona, þú veist, fjöllum bara stjórnmál og atvinnulíf og trúarbrögð og íþróttir og bara allt milli himins og jarðar, sko, vegna þess að við beitum ákveðnu sjónarhorni, ákveðnum kenningum félagsfræðinar hvernig hlutirnir virka, sem við getum þá beitt bara ólík viðfangsefni. Og þannig allt sem gerist í samfélaginu liggur á okkar áhugasviði, sem er alltaf ótæmandi. Og ég las meira þess að bók nýlega eftir félagsfræðing, franskan félagsfræðing, sem var að tala félagsfræði drauma. Og hann segi, sko, loksins þegar við höldum að samfélagið séum ekki undir áhrifum samfélagsins og hafi ekki tök okkur draum okkar, þá erum við samt undir miklum áhrifum frá samfélaginu, því við erum að dreyma eitthvað sem var að gerast og setja okkur stöður sem voru allt í kringum okkur. Þannig að samfélagið er yfir og allt kring í líf okkar og það er þetta sem að félagsfræðin skoðar með tækjum og tólum fræðina, sko. Yeah. En þessir félagslegu töfrar, kannski er ég að fara allt og hratt í þetta, en við kannski bara vindum okkur strax í það. Hvað eru þessir félagslegu töfrar? Já, ef maður er smá inngang, sko, ástæðan fyrir að ég er að tala þetta og þetta kom upp, sko, að það var svolítið að við lifum á tímum mikilla samfélagsbreytinga. Það sem er kallað tæknileg skynsemishyggja er að taka yfir allt samfélagið, það sem að tæknin á að stýra ferðinni og við erum að fara að hafa meiri samskipti í gegnum tækju tól heldur en í gegnum augliti til augliti samskipti. Við sjáum þetta bara alls staðar. Við sjáum þetta bara þegar við förum í matvörubúðina, þá eru sjálfsafgreiðslukassar og það er fjarnám og fjarvinna og fjarþjálfarar og allt þetta og þannig að við svona, þú veist, sjáum svona hann að tæknin er farin að taka yfir öll svið samfélagsins. Og tæknin tekur yfir svið samfélagsins á ákveðnum forsendum. Að samfélagið þurfa að vera skilvirkara og hagkvæmara. Þannig að þessar tæknilausnir eru meira og minna til að, sko, spara okkur tíma og eiga að vera arðvænlegar sem sé, þú veist. Fyrirtæki þurfa að kosta minnu til, bankar og hættir hafa útibúið, þetta er allt bara einhverjir hraðbankar eða að gera þetta á netinu. Það snýst allt hagræði og skilvirkni. Og ég vil meina, og ekkert bara ég, margir félagsfræðingar undan mér hafa talið, sko, að þessi skynsemisvæðing, sko, hún lítur fram hjá mikilvægi þess félagslega að fólk hittist og einhver sé svona samvist og samvera. Og Georg Simmel skrifaði 1919, sko, skynsemisvæðingin lítur á félagslindi bara sem einhvern óþarfa slæpingshátt, sko. Já, ok. Ég byrja strax þá að spá, já. Já, þú veist, að þetta er svona eðli skynsemishyggjunnar og þú veist, þegar fólk hittist bara eitthvað, það er algjör óþarfi. Þú veist, það er hagkvæmara eða getur sleppt í að hittast og þetta gerir þetta með öðrum hætti. Og það er eðli sem sé þessarar tæknilegu skynsemishyggju, að tæknin á bara að leysa allt þetta af hólmi. Maður er alltaf svo fleiri og fleiri dæmi. Ég fór bara í gær að sækja vörur, náttborð sem ég var að kaupa á einhverju lager og ég þurfti bara að skanna einhvern QR-kóða að ég var í komin og þá svo stóð bara velkomin, pöntin þín, ef verið að taka saman pöntin og ég er ekki einu sinni starfsmaður hér lengur. Nei, þetta er út allt. Maður fyrir á veitingastaði, þá maður að skanna einhvern matseðil og eitthvað. Þú veist, það er verið að taka þessi daglegu samskipti út úr líf okkar á öllum vígstöðum. Og ég er að halda því fram að það er mjög hættulegt. Það er mjög hættulegt fyrir heilsu einstaklinga og samfélagsins. Vegna þess að þegar að það dregur úr þessum hversdagslegu samskiptum, þá kvarnast úr samfélaginu sem fyrirbæri. Og þá fyrir samfélagið að líða fyrir það sem er kallað firring samfélagsins. Og samfélagið verður óheilbrigðara og verra. Þú veist, aukin firring, þú veist, og birtist meðal annars í bara minni félagsauði, fólk þekkir ekki fólki í kringu sig, meira, við eigum ekki að tala við ókunnuga, að meiri hræðsla, vopnaburður er að aukast. Ég sá nú bara núna lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
bara rosalegt átak í því að því vopnaburður aukast hvað að gera á þjóðhátíð, skilurðu, aukin löggæsla, eftirlitsmyndavélar, sko, þetta hefur rosalega svona skelfilegar alveglegar afleiðingar í för með sér fyrir samfélagið og þá hefur það áhrif á okkur sem einstaklingar. Og það hefur alltaf verið að tala núna að einmannleiki hef aldrei verið meiri. Það þá bara kannski afleiðing? Já, einmannleiki og andleg líðan og fyrir utan alltaf bara skautun og hatursorðræðu. Ég held að þetta tengist allt sömu þróuninni, að samfélagið að vera fyrstara hvað þetta varðar vegna þess að þessi mannlegu tengsl að minnka, við getum komið betur inn á það eftir. En þessi félagslegi töfrar og ástæðan fyrir því að þú veist, þessu svona að þetta gerist, sko, að þetta bara eitthvað svona þróun og við höfum alveg ofurtrú á tækninni og að tækni bjarga okkur í COVID og allt þetta. En það að þetta félagslega afl, það ósýnilegt. Við getum ekki endilega séð það, við getum ekki fest fingur á því, skilurðu, og þá svo erfitt að tala málið þess og segja. Það rosalega mikilvægt fyrir starfsfólkið á vinnustaðnum að hittast hjá kaffikönnunni eða brunninum, skilurðu, og spjalla saman. Það rosalega mikilvægt fyrir fólki í vinnunni að koma saman og borða saman hádegismat. Það rosalega erfitt að sýna þetta og segja þetta vegna þess að þetta svolítið ósýnilegt og svona óbeint og þá svo auðvelt að skera það úr eins og bara með fjarnám í skólum. Fjarnám bara frábær kostur fyrir suma og aukur aðgenginámi en ef að margir hætta að mæti í skólan þá verða skólabyggingarnar bara einhverjir draugabæli skilur sem að bitnar á öllum. Þannig að sko og ég að svona setja fram þetta félagslega mikilvægt og ekki bara mikilvægt, þessi félagslega samskipti grunnbyggingarefni samfélagsins. Og þá set ég fram þetta hugtak félagslegir töfrar til að sýna það að það ekki einhver óþarfi, heldur félagslega samskipti bara alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri. Og félagslegir töfrar sem sé þau gæði sem að myndast þegar að fólk hittist og á í samskiptum. Og tökum dæmi, einfaldasta dæmi bara einstaklingur A og B hittast á förnum vegi og þegar við hittum annað fólk þá eigum við samskipti með ýmsum hætti. Það eitthvað sem við segjum og það eitthvað svona líkamstjáning og látbragð og klæðaburður eitthvað segir eitthvað og fas og allt þetta og við eigum eitthvað svona samskipti. Þannig að þegar einstaklingur A og einstaklingur B hittast, þá skiptast þeir á einhvers konar samskiptum. Það einhver samskipta interaksjón sem í gangi. Og þetta getur verið alls konar bara upplýsingar eitthvað sem að gerast, bara, leikurinn í kvöld eða já, þessi bíómynd var frábær eða eitthvað, eða vá, hvað þetta flottur jakki sem út í, það einhver og svona upplýsingar. Jafnvel bara bros. Já, bros og allt þetta, já, ég ætlaði að koma að því. Já, ok. og eitthvað svona og það geta verið bara einhverja kjaftasögur og einhverju upplýsingar, hvað í gangi, eitthvað slíkt. Það getur verið bara eitthvað svona góðan daginn og bros og eitthvað slíkt sem að segir eiginlega bara, já, við erum í sama liði, sko. Og það kannski þetta, það verður eitthvað svona tilfinningaleg smitun milli fólks, það verður eitthvað tilfinningaleg tenging. Þannig að þegar að ég að halda því fram þessi ómerkilegu innan gæsalappa samskipti sem við eigum við bara fólk sem við mætum út á götu, bara bjóða góðan daginn eða kinka kolli eða þegar maður fyrir við gangbraut að þakka fyrir sig eða eitthvað. Þetta allt skilaboð það að sko við erum í sama liði, við erum að reyna, við erum að hjálpa stað og við erum hérna í sama samfélag, við erum í sama liði. Þannig að það verður eitthvað svona tilfinningaleg smitun sem ýtir undir samvitund, ýtir undir samkennd, samúðarskilning og allt þetta. Bara við tilheyrum. Já, að tilheyra einhver sem stærra og meira og merkilegra en við erum sem einstaklingar. Og öll þessi litlu ómerkilegu aftur innan gæsalappa samskipti, þau einhvern veginn safnast saman og þau eru safnast upp, þá verða þau gríðarlega mikilvæg. Og mynda til dæmis félagsauð sem traust á milli borgarana og hjálp sem milli borgarana, þú veist að fylgist með, þú veist, öðrum hjálpar þeim að flytja, lánar kaffipoka í næsta hús og moka bílinn út í snjónum og allt þetta. Herðu, þú glemdi veskinunni hérna, veit ekki, allt þetta er félagsauður. Og
og hann myndast í gegnum þessar hugmyndur samkennd og samvitun. Mhm. Þannig að félagslegi töfrar sko gera, samskiptin, þau gera, þau búa til eitthvað meira en sömu einingar sem mynduðu. Þannig að þegar einstaklingur A og B eru búin að hittast og skiptast einhvers konar upplýsingum eða tilfinningum eða hvað þetta þá til eitthvað meira sem var ekki til áður. Eitthvað sem hefði ekki orðið til ef að einstaklingin hefði ekki hist. Þessi tenging. Ja. Og félagslegi töfrar geta verið til í litlu magni og miklu magni og allt þar á milli, bara hvernig kvarða frá litlu til mikil. Í litlu magni kannski bara svona, maður mætir einhverjum ókunnum og götu og bara kinka kolli. Bara eitt bros eða ein hugmynd sem fæðist ef að ég sé eitthvað, skilur. Það bara félagslegi töfrar í litlu magni. Og svo upp í að vera í mjög miklu magni, eins og til dæmis bara ástri á milli elskenda. Það sem að bara tekur mann að vera í návist einhverju annara persónu, skilur, eða ná markmiðið sínu eða hvað þetta sem eitthvað sem upphefur mann algjörlega bara í nýjar hæðir. Yeah. Og þess að segja félagslegi töfrar mynda eitthvað, samskipti mynda eitthvað sem var ekki til áður, þannig 1 + 1 verða 3 og félagslegi töfrar félagsleg samskipti eru þannig töfrum líkastir. Yeah. Þeir búa til eitthvað meira og merkilegur og mikilvægur en var til áður. Og ég veit ekki alveg hvort þið ná að koma sem frá mér, en þetta svona grundvallar pælingin, að samskiptin, og þessi samskipti að einstaklingur A og B hittist, eða ég hitti starfsmann í bankanum, eða fer á kassan í stórmarkanum og á augsamband og eitthvað spjall, Þetta allt svona krónur sem safnast í skál sem mynda samfélagið og eru þess vegna grunnbyggingarefni samfélagsins. En þegar að þetta fyrir að skorta, við hittum engan þurfum ekki að fara í bankan og hittum engan í búðinu og förum ekki í skólan og förum ekki í vinnuna og það, samskiptin verða miklu minni við fólki í nærsamfélaginu, þá verður minna félagslega töfra og samfélagi verður óheilbrigðara, okkur líður verr og svo framvegis. Þannig að þetta svona kannski í kjarni málsins. Já, og hvað getum við gert þess að snúa við þá þessari þróun? Að því að ekki eru tækin og tæknin að fara, þau eru komin til að vera og hjálpa náttúrulega eins og þú segir, en hvað þið fyrir þér að við getum gert til þess að auka aftur félagslegu töfrana? Við þurfum átt okkur á þessu, við erum, þetta er svona eins og afl sem að bara tekur okkur eitthvað og hjarðhegðunin sem að fylgir nú og allt þetta, hún tekur okkur áttir og við höfum alveg tröllatrú á tækninni, hún munir bara bjarga okkur og leysa út vandamálin, En við þurfum að kannski átt okkur á því og það það sem ég að predika þessa dagana, að þetta félagslega dýrmætt. Ja, við þurfum að velja að fara stundum á búðakassan í staðin fyrir að fara í sjálfsagreiðsluna. Ég fer í 95% tilfella fer ég á kassan. Já. Og ég er farin að þekkja flesta sem starfaðar, allavega ekki með nafni, en spjalla og veit hvað að gera og alltaf. Oft maður býður í röð líka, hvað gerum þeir býðum í röð? Við tökum alltaf upp snjalltæki okkar. Og takt eftir, ég talaði ekki snjall síma, ég talaði snjalltæki. Vegna þess að sími ekkert endilega best orðið, við gerum minnst af því að tala í síma í þessu tæki. Það rétt. Þetta bara snjall tölva, þetta snjalltæki. Þannig að í röð á kassanum, þá bara myndast oft eitthvað spjall og eitthvað stemning og maður bara fer meira brosand út en maður kom inn, skilurðu. Akkurat. Og öll þessi litlu tækifæri til tjáskipta eru bara mikilvæg. Og ég hef, eftir ég byrja að pæla í þessu fyrir 2-3 árum, þá ég svolítið að testa þetta. Þegar ég fer í búðina, ég að prófa þetta, ég að gera ákveðna tilraunir. Og bara það, stundum ég það ykkur sem að teygja sinn og sækja pizzudeig, ég bara, pizza í kvöldmatinn, frábær hugmynd, ég ætla að gera þetta líka. Bara ykkur svona smá opnun á samskipti. Og oftar en ekki, byrjar viðkomandi að bæta ykkur við. Já, við erum alltaf með pizza á 50 dögum, en það frábært að gaupa álegg í þessari búð, þeir eru með bara beint frá bíli, gerist eitthvað. Þannig ég held að fólk, flestir, hafa miklu meiri þörf og vilja miklu meira, hafa meira tjáskipti en þeir gera, en eru bara hræddir við það, vegna þess að það búið að telja ykkur á trúum að við eigum ekki að tala við ókunnuga og allt það.
og ókunnur eru hættulegir og veit ekki hvað og hvað en ég að segja, sko, við þurfum kannski að bara byrja þarna, sko. En er kannski einhver smá kynslaða munur þarna, því ég ger þetta svolítið eins og þú, ég svolítið svona, minnst ótrúlega gaman að spjalla og þú veist, úlingstæti mín að ránkfóla bara augunum stundum bara, þú veist. Já, og ég held að sé búið að telja, sérstaklega ungu fólki, trúa fyrir því að, þú veist, þetta er bara ekki æskilegt. Nei. Og það þessi nýji tíðarandi. Það er ekki æskilegt að tala við fólk á förnum vegi. Út af því að í gegnum vef heiminn, skilurðu, þá ykkur alltaf verið að tala um það hvað heimurinn er hættulegur. Og við sjáum á Facebook-grúppu hverfisins, þá fáum við fréttir um það að það labbaði maður með hettu og með húfu fram hjá húsinu minu inn á plani hjá mér í nótt, skilurðu. Þannig að núna heyrum við öllu sem gerist, en við heyrum sjaldnast af öllu þessu góða sem gerist. Já, við tökum allavega meira eftir því. Já, og ég held að við séum haldið það sé svona mikil slagsíða að við festum okkur í þessi frávik, skilurðu, og heldum þá að heimurinn sé svo hættulegur, en áttum okkur ekki á öllum hinnum 99% tilfellunum það sem allir eru bara góðir og vilja gera sitt best og eru hjálpsamir og vilja manni vel og eru til í þetta og hitt, sko. Það að horfa á þættina með hringfaranum, þá er maður nú bara sé mann heiminn í nýju ljósi, sko. Nákvæmlega, ég spjallaði við hann daginn, við áttum 2 tíma spjall, ég og hringfarinn, Kristján Gíslason sem hjólaði á mótihjóli, og hann sagði, það sem kom honum mest á óvart á ferðinni kringum heiminn, hvað fólk er gott og hvað fólk er hjálpsamt, alveg sama hvar hann var, bara fólk er gott og yndislegt og ég ferðast mjög mikið og ég get alveg tekið undir þetta, þannig að þetta er svolítið slæm þróun að við höldum að heimurinn sé svo hættulegur, við eigum ekki tala við ókunna. Heldur þetta sé eitthvað sér íslenskt, sko, að vera pínu svona feimin að spjalla? Nei, alls ekki, þetta er menningarlega bundið. Ég er búin að vera þessi í Japan og þar spjallar enginn. Og það er svolítið það að það er bara svona, það er svo rosalega tillit sem við náungan að ég á ekki að vera eitthvað að ónáða aðra. Og þetta er bara mjög sterkt í menningunni. Þetta hefur ekki endilega verið svona í Íslandi því við erum með það lítið samfélag, en maður finnur að það er að breytast, það er komin svona meiri kannski hræðsla og þú veist, og þetta að eins og segjum unga fólkið, sko, við eigum ekki að, þú veist, bara vandræðilegt, skilur, og allt þetta, sko. Og ég held að þetta sé svona ákveðin hlutur sem að sé bara ekki heilbrigður fyrir okkur sem einstaklingur samfélag. Og þess er ég vekja máls á þessu, en auðvitað vil ég ekkert allir spjalli í búðinni og það er bara, þú veist, fólk er líka, ég er stundum ekkert endil í stöði fyrir það, vegna þess að stundum er maður bara hvílimart á manni, eða maður er bara pirraður, eða maður er að flýta sér og allt það, og það er bara allt í góðu, en ég held að flestir væru alveg til í meira svona spjall heldur en raunbervitni, en þor ekki alveg að stíga þær inn, og það er ákveðna opnanir sem hjálpa okkur að stíga inn í spjall við okkur. Það er til dæmis ef einhverjum með lítið barn, einhverjum með hund, það er ákveðna svona opnanir, þú veist, einhverjir í Liverpool peysu, já, ertu púlari, skilur, það er ákveðna opnanir, sko, en þú veist, en ef það er engar opnanir, þá er erfitt að gera þetta, sko. Ég tók nefnilega eftir þessu sérstaklega að því að ég nýkomin frá Bandaríkjunum og son minn sem er 11 ára, hann hafði á það, hvað sem hafði það orði, að hvað það var gaman að spjalla því þar er allir svona spjallarar en það er samt, ég veit þú kemst svo ekkert endilega nær þeim að því að vinkonu mín sem var í síðasta þætti, hún sagði að bandarískt samfélag er svolítið þannig, þá virkar það svolítið opið út af við, en svo er rosalega erfitt að komast, sko, svona verða náinn þeim, en það er samt, honum þótti þetta svo skemmtilegt að spjalla við alla. Já, nákvæmlega, og ég held og ég hef líka bara orðið var við þessi kringum núna, fólk sem að þú veist, gleymir snjallleikinu sínu heima og eitthvað svona og þú veist, og bila, það talar oft þetta, þá fer það að horfa upp úr tækinu sínu sem að grúfir sig yfir og taka eftir lífinu allt í kring og fer þá meira að spjalla og líður vel með það. Og ég get sagt þetta bara persónlega sög, sko, eða þú veist, eftir ég fór að pæla í þessu, fór að gera þetta meira í búðinni og meira hér og þar, veistu hvað, ég bara líður betur, ég bara vera alveg hreinskilin með það, mér finnst bara lífið betra, mér finnst það skemmtilegra
og mér bara líður betur. Já. Og ég var að skrifa bók sem heitir Sjáum samfélagi sem ég fjalla svolítið svona mál og einn kunningi minn, eða góði vinur minn, Margar, hann las þessa bók, hann las handriti á fyrri stígum og hann kom tíminn daginn og sagði bara að því hann svona frekar, hann ekkit sérstaklega svona stígur fram í félagslegum samskiptum, sko, heldur sig kannski frekar til þess og hann sagði, ég er búin að vera að prófa þetta og hann sagði bara, mér líður bara betur. Og það að því þetta hlaðvarp, sko, þetta snýr bara heilsu okkar. Við höfum gott af því að hitta fólk, við höfum gott af því að tala við fólk, við höfum gott af því að tala við fólk bara daginn og veginn, þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað mikilvægt, sko. Vegna þess að þá fáum við þessa tilfinningu að við tilheyrum. Við erum í sama lífi, við tilheyrum einhverju sem er starra, merkilegra og stórfenglegra, við erum sem einstaklinga, við tilheyrum samfélaginu í kringum okkur og við erum að vinna þetta saman og við erum þessu saman. Og það sem að, þú veist, tækin og tólin, sko, sum fyrirtæki segja að þau auka samskipti og gera það kannski á vissan hátt, en gallin við tækin og tólin eru þau að þau eru alltaf takmörkuð. Snjalltæki okkar, það takmarkar samskiptin sem við hvort við annað. Vegna þess að samskipti eru svo fjölbreytt. Það er ekki bara það sem við segjum, heldur það augnsamband og svipbrigði og líkamstjáning og klæðaburður og lykt og snerting og bara hljómfall, bara hvernig þú segir og þagnir eru rosalega mikilvægir í hvernig við eigum samskipti. En vandamálið við tækin og tólin, þau soga allt út, allt þetta óbeina og eftir stenda eiginlega bara það sem við segjum. Þannig að öll þessi tilfinningalega smitun sem bara næst með augnsambandi gríðarlega mikilvægt fyrir tilfinningu fólks fyrir samvitund og öðla samúðar skilning með öðrum. Snjalltækin, þau soga allt þetta út, alla mennskuna úr, þannig eftir stendur bara það sem er skrifað, eða þú sem er sagt, skilurðu. Og þetta er hættan við snjalltækin. Allt þetta óbeina sem er kallað tacit knowledge, það sogast út og eftir stendur bara hitt og þessna vil ég halda fram að þarna er komin stór skýringa á þessari auknu skautun og hatursorðræðu vegna þess að orð má misskilja. En leið út komin með augnsamband og rannsóknir sína þetta þegar fólk kemur saman þá voru miklu meiri samúðar skilningur, við setjum ykkur í spor annara, finnum tilfinningar annara, miklu meiri samkennd sem myndast heldur en gegnum tækin og tólin sem eru bara ísköld og soga alla þessa mennsku úr. Og þess vegna er svo mikilvægt að við heilsum fólkið á götu og förum í bankastarfsmanninn og kassan á búðinni, mætum í skólan, mætum á vinnustaðinn og allt þetta vegna þess að þar fáum við þessar jákvæðu og þessi tilfinningalegu tengsl sem að eru rosalega takmörkuð í gegnum tæki tól. Já, ég gerði líka svolítið tilraun á þessu, bara ég ákvað á þessu ári ef ég veri á einhver staðar á biðstofu eða býð einhver staðar, þá myndi ég ekki taka upp síman. Og bara þegar maður er að býða heilsugæslunni eða hvar sem er, sko, og það er svo merkilegt, það eru allir í tækjunum. Já. Það er bara... Og í bókinni minni, Sjáum samfélagið, þá er ég að taka ljósmyndir úr samfélaginu og ég er að reyna að sýna samfélagið í gegnum ljósmyndir og greining á þeim. Þannig að ég er að reyna að gera þetta ósýnilega sýnilegt. Og það eru nokkra myndir í bóki, ég er búin að taka bara 1000 mynda víðum heim á síðustu árum og það eru nokkra myndir í bókin sem sýna mitt fólk að bíða í biðröð. Og þar grúfir fólk sig yfir snjalltæki, það er engin að horfa upp, það er engin meðvitaður nær umhverfið sig, skilurðu. Og þá tapast þessi, þú veist, augnsambandi, þessa litlu element allt í kring, þessa litlu krónur sem mynda skálina, sem mynda heilbrigt samfélag, það tapast. Og ég er sérstaklega umhugað með nær samfélagið. Vegna þess að netið og tækin okkar, þau tengja okkur við fjær samfélagið. En það má ekki vera á kostnað nær samfélagsins. Við verðum að passa upp á að hitta vin okkar og kynnast nágrönnum okkar og fólkinu í íþróttafélagi, skólanum og hverfinu. Vegna þess að þar myndum við félagsauðinn sem að hjálpar okkur að takast á við samfélagið. Já, nákvæmlega. Þú hefur líka svolítið talað kulnun. Kulnun er svolítið algengt í dag. Og getur það líka verið svona samfélagslegt? Já, sko, það er svona fræg kenning sem ég nota eða oft í minni félagsfræði, sko, að ef að vandamál einstaklinga eru sjaldgæf,
eins og bara kulnun og ádröskun, sjálfsvíks, þú veist, tilraunir eða, þú veist, hvað þetta nú kann að vera, sko. Ef að, þú veist, hjónaskilnaðir, sko. Og þú veist, þetta er oft svona einstaklingsbundin svona einkenni, bara eins og sjálfsvík, bara, þú veist, og hjónaskilnaðir. Það er maður bara, það er einstaklingar sem taka þess ákvörðun einhvern veginn og þetta virkar einstaklingsbundið. Ef að þessir atburðir eru sjaldgæfir í samfélagi, þá geta orsakir þeirra legið hjá einstaklingum í áföllum, skilurðu, í einhverjum geranum vandamálum eða eitthvað, skilurðu, þú veist, eitthvað skorti á einhverju, skilurðu, það geta legið þar. Ef að þessi vandamál verða algeng, þá er vandamál verið samfélagslegt og þá liggja rætur þess í brestum í samfélagsgerðin. Þá er eitthvað að í samfélagsgerðin og þegar að kulnun fer vaxandi, og við séum það núna, bara gríðarlega vaxandi, og kulnun er oft talin tengjast þunglyndi, ég kann ekki alveg litteratúr, það er sko, ef þetta verður algengt, þá er brestir í samfélagsgerðin, það er eitthvað í samfélaginu sem er orsakar. Já, kannski bara menningin og vinnustæðar. Já, menningin og vinnustæðarnir og samskiptin og eitthvað. Það þýðir ekki bara að horfa á einstaklingin. Heyrðu, þú ert bara ekki nógu duglegur, eða þú ert búin að keyra, þú veist, þú ert búin að vera það, metnaðgjarn og þú ert búin að vinna mikið, bla bla bla. Það eru alls konar hlutir í umhverfinu sem ýta okkur og eins og straumar í taka okkur ykkur áttir. Og þetta er merkið það að samfélagi hefur tekið okkur, bara sem samfélag, í óæskilar áttir, það sem að bara rosalega margir eru upplifa kulnun í sínu lífi. Og þá er vandamálið samfélagslegt, þá þýðir ekki endilega að það er ekki nóg að setja plástra á sár og hjálpa þessum einstakling og þessum einstaklings. Við þurfum að komast að kjarna vandans, hvar byrjar hann? Þannig að ég held sko, eins og með þetta allt, og þess að segja eins og með snjalltækja notkun, skilur við, þú veist, eitt og sér, þá er rosalega þægilegt og gott að geta farið í bankana í snjalltækinu sínu og geta að veri heima og þurfi ekki að fara í skólan. Þetta er rosalega þægilegt og spara tíma. En uppsöfnuð áhrifin, það eru þau sem verða alvarleg og hafa áhrif á okkur sem einstaklinga og samfélagið. Það er svona félagsfræðin í þessu. Breyttist þetta hratt eftir COVID eða í COVID? Þegar þetta var náttúrulega bara rosalega skrítin tími og þetta var svo langur tími þar sem að fólk fékk bara ekki að hittast. Já, sko, tæknileg skynsemisvæðing var byrjuð fyrir COVID. Og fór svona stað á síðasta áratug það sem að vera að reyna að selja hvort að hugmyndatæknin ætti að taka við samskiptum og gera alltaf það. En við vorum á bremsunni með það, skilur þú veist, og bara vorum á bremsunni með að taka tækninni með þessum hætti. En svo kemur COVID sem gerir það verkum að við getum ekki hist og þurfum að svona draga úr öllu sem venjulegu félagslegu samskiptum. Og þá kemur tæknin inn og svolítið bjargar okkur á þann hátt að við gátum átt samskipti í gegnum Zoom, í gegnum við vini og fjölskyldu, gátum stundar nám, vinnu, alls konar hluti, fengi afþreyingu, heima með Helga og eitthvað, skilur við, allt þetta, það var bara tæknin bjarga okkur í COVID, hvað þetta varðar. Og þá fær hún búst, það fær bara, þetta er svarið og ég hitti mann á förnum vegi bara þegar COVID var svona í rénum. Ég er að kenna í Háskóla Íslands og hann sagði, frábært þetta Zoom, bara verður ekki öll kennsla bara svona í framtíðinni. Skilur við? Þá fengum við alveg ofurtrú á að tæknin myndi bara taka allt yfir og leysa þetta. Hún væri bara bjargvættur sem kæmi bara á hvítum hesti, þeysandi og bjargaði samfélaginu. Og þannig hún fikk alveg byrdu báðvængi og varnir okkar, það er bara fjallu allar saman og tæknin bara fór óáreitt inn á öll okkar svið og tók bara yfir öll svið samfélagsins sko. Og þetta er varhugavert vegna þess að sko, þó að tæknin hafi reynst okkur vel í COVID þá er hann að koma okkur koll eftir COVID. Vegna þess að við verðum að átta okkur á því að kringumstæðurnar eru ólíkar. Þetta er svona þetta er aðstæðubundið. Í COVID þá var samfélagi rosalega samheldið
Ég sammála því. Og Emil Durkheim hefur talað það félagsfræðingur, sko, þegar að samfélagið glímir við ógnir, ytri ógnir, eins og stríð og veirusýkingar, hvað þetta þá þjappast allir saman. Þegar Ísland að spila hérna leik við Danmörku í handbolta eða England í fótbolta, þá þjappast þjóðin saman, ytri ógnir, við og þið. Og það gerist í COVID, þá rosalega samstæð í samfélaginu, allir að hjálpast að, allir velviljur, fólk var að syngja fyrir utan hjá fólki hérna á hjúkrunarheimilum, við settum bánsa út í glugga, fluttum ljóð og samfélagsmiðlum og svo framvegis og framvegis. Það allir að hjálpast að samfélagið svo samheldir og samstíl. Og allir virtu reglurnar, voru með grímur, fóru í bólusetningar, fóru í, þú veist, sínatökur. Já, það rosalega samvitund, skilur, og þá virkaði tæknin rosalega vel. Eftir COVID þá minnkar þessi samvitund. Þá ekki þessi ytri ógn sem glímu við og fólk verður meira einstaklingar. Og þegar fólk orðið meira einstaklingar, þá fyrir tæknin að draga það í aðrar áttir, skilurðu, og þá fyrir þessi sama tækni að virka illa fyrir okkur sem samfélag, hvað þetta var, hvað félagslegt heilbrigði, menn hún virkaði vel fyrir okkur í COVID. Og þessi sama tæki, þetta bara svo hamar, þú getur notað hamar til að byggja eitthvað upp, þú getur líka notað til að brjóta eitthvað niður. Þetta sama fyrirbærið, en bara annað verkefni. Og núna, þá fengum við þessu ofurtrú á tækninni í COVID, en hún virkar ekki jafn vel fyrir okkur eftir COVID, vegna þess að hún gerir það verkum að við erum minni skuldbinding, minni samskipti við nær samfélag okkar sem gerur okkur óhamingjusamari, gerir samfélag okkur verra og allt það. Sko. Mér finnst samt aðeins verið að bakka, að því eins og sko, allir kennarafundi voru á tímabili á Zoom, þú máttir velja hvort þú varst að staðnum eða ekki, en svo verið að draga það í land. Nú bara ekki lengur kennarafundir á Zoom nema einstakar sinnum, alls konar svona og eins og með fjarkennslu hefur minnkað, ég meina það ekki allir sem kenna að því það bara flókið að vera með fjarkennslu líka og staðbundakennslu. Það bara galið, það bara fyrir kennara það bara galin kennsluaðferð. Það bara tveir mismöndu hópar, þú sinnir þeim ekki á sama tíma. Nei. En ég sko, já, að einhver leiti það tala Zoom-þreytu sem svona þekkt hugtak, sko, að það svona mikið álag að vera á Zoom. Það eru mörg andlit og erfitt að fylgjast með, þú ert alltaf í mynd, þú ert alltaf að horfa á sjálfa þig og eitthvað svona og þú ert að setja þig í hvernig allir aðrir horfi á mig og þetta andlega þreytandi að vera á Zoom. En mér finnst samt eins og kannski með, þú veist, þetta eitthvað að koma tilbaka líka með fjarvinna því fólk farið að átta sig á því, þetta kemur ekki í staðinn fyrir það sem var, en það samt svona mikil áhersla eins og bara á fjarnám og bara ráðuneytið að ítundi það og allar svona stjórnvöld eru svolítið þarna ennþá. Bara stafrænar lausnir í öllu hagkvæmni og skilvirkni og eru bara flegi ferð í þessu. En það kannski fólkið sem að vinna, kennararnir, fólki á vinnustæðnum sem átta sig á því að þetta ekkert endilega voðasníðu. Þess við getum ekki látið hugmyndir hagræðu skilvirkni stýra algjörlega ferðinni. Við verðum að horfa á hana mannlega þátt, við verðum að horfa á þetta félagslega samvitundina. Og það skýrir það einhver leiti, hvers vegna skólar vilja kannski fara aftur í og kennarafundir og vinnustaðir vegna þess að við finna það vantar eitthvað. Þetta alltaf takmarkandi. En gallin og vandamáli finnst mér vera að stjórnvöld, bæjaryfirvöld og mörg fyrirtæki við þjónustu, við íbúa og allt það bara verið að keyra upp stafræna lausnir á öllu til að spara peninga, skilurðu, og allt það sem gera það verkum að, þú veist, fólk þarf ekkert að fara eitt heldur getur þetta bara allt í gegnum stjalltæki sitt og þetta hefur bara áhrif sérstaklega kannski eldri borgara sem ekkert endilega alltaf öflugir í þessum og skilninga á þessu snjalltækja heimi sem eru farnir að verða bara úreltir og finnst þetta erfitt og ég heyri minn málstaður með félagslega töfrana sérstaklega til þeirra því þeir finna það að hvernig það brotnar undan þessu öll í kringum þá sko, og að geta ekki farið í bankan rannsóknir sína það meiri segja að hluti þeirra sem að eitthvað lítið hluti reyndar sem fer til læknis fer ekki endilega til læknis til að fá bót meina sína heldur til þess að fá félagsskap sko. Og hárgreiðslu kona sem klippir mig, hún segir sko bara eldra fólk það vill koma bara, það bara vill koma og spjalla og
það er svo erfitt, herru, nú er klukkunum 3, næstir að koma inn, nú ert þú bara að fara. Þeim finnst þetta vola leiðilegt vegna þess að fólk hefur bara þessi þörf fyrir að tilheyra, fyrir að eigi félagssamskipti. Hún er bara mannleg og rík í okkur og við förum á misviðana kannski einhver leit. Já, en heldur þetta sé líka einstaklingsbundi? Heldur að sumir hafi meira félagslega þörf en aðrir? Já, ég held það, ekki spurning sko og sumir hafi en ég held að við höfum öll alveg sama hversu félagslyndi við erum ekki ef við erum svipt þessari félagslegum samskiptum þá hefur það áhrif á heilsu okkar. Yeah. Alveg sama hver á í hlut sko þó að við höfum mismikla þörf fyrir hann þá hefur þetta áhrif á okkur öll vegna þess að þetta er bara grunn sem sé held í grunn element í heilbrigði okkar það er þessi félagsleg samskipti. Eins og ég nefndi áður með byrjum að taka upp að ég áttaði mig svo sterkt á því eftir ég lærði heilsumarkþjálfun og það var alltaf að tala sko andleg, líkamleg og félagsleg heilsa. Þetta eru 3 þættir sem allir þurfa að vera í jafnvægi eða í standi. En félagsleg heilsan var eitthvað svona, fannst mér búin að vera út undan. Já. Og fólk var ekki að spá í því að hún skipti jafn miklu máli og líkamleg heilsa og andleg heilsa. Það er allir að fókusa á það. Sko. Já, og hún er ennþá þar, skilur og bara þetta félagslega, það hefur ekki náð, það fær ekki þann sess í huga fólk sem það á skil. Eitt dæmi þetta sem tengist ekki beint heilsu en tengist þessu það er í íþróttum. Já. Ég er ofta að vinna með íþróttalið. Já. Og íþróttalið geta, þú veist, keypt rosalega græjur fyrir líkamlega mælingar. Einhver belti sem mæla þetta og hitt og eitthvað sem leikmenn æfa með og alls konar tæki og tól sko, upp á líkamlega þjálfun. Þeir eru stundum tilbúinir til að borga fyrir einhverja sálfræðinga og það fer vaxandi en samt ekki orðið algengt miðað við hvað þetta er mikilvægt sko, sem að vinna með lið og vinna þá oft með einstaklinga innan liðana og allt það. Þetta félagslega, vinna með þetta kollektífa, vinna með hópin, búa til kultúr og andrúmsloft og allt það sem þetta félagslega, það er enginn búin að borga fyrir það sko, þú veist, það er mjög sjaldan sem það er gert. Og talandi íþróttir, það er alls konar tölfræði íþróttum allt milli himins og jarðar. Bara í fótbolta, hvert þú sendir boltan, hvar þú tekur við honum, hvað þú gerir, sendir þú þarna í hitt, hvernig þú hleypur, súrefnis upptaka, bla bla bla, skota mark, ég veit ekki hvað og hvað, sko, bara. Það er engin mælikvarði sem mælir til dæmis stemningu. Já, það meinar. Skilurðu, liðsanda. Já. Þetta er félagslegt. Skiptir rosalega miklu máli. Já, og það er engin einhvern veginn, sko, þetta er bara, og ég segi það, þetta er ósýnilegt, þá finnst fólki erfitt að festa fingur á því og þetta verður alltaf út undan og það sami eins og við segir með heilsuna að þetta félagslega á bara alltaf einhvern veginn undir högg að sækja vegna sem fólk áttar sig ekki á mikilvægi þess það finnur það kannski á eigin skinni þú finnur alveg og kemur inn á og þú veist hvort að stemningin er góð eða slæm skilurðu þú ert kennari, þú finnur það hvernig stemningin er hvort hann góð eða slæmi og kemur í matabóði eða ert á einhverjum staði eða starfsmannafundi þú finnur það og þetta held ég við getum unni miklu betur með hvernig búum við til kultúr, menningu stemningu, anda það sem er þannig að það stíga allir upp og félagslega heilsa okkar batnar vegna þess að þetta getur verið þrúandi að getum öllu liði illa í kringumstæðinum og þá minnkar úr samskiptum og félagslega heilsa þeirra vestnar skilur sko. En við erum ekkit komin þangað bara sem samfélagi eða þú veist almennt séð að taka þetta bara alvarlega sko. Og það sést kannski best með tæknin í COVID sko. Við töldum bara að tæknilöst að gætu bara tekið þetta fyrir okkur þurftum ekkit að mæti skólan að mæti vinnuna það kannski endurspeglar vandamálið sko. En skemmtilegt að skildi nefna þetta með íþróttirnar og liðsheild að því að ég alltaf að tala mig að ég var á Flórida en ég var akkurat á Flórida núna þegar sem sagt Florida Panthers unnu Stanley Cup fyrsta skipti, íshockey, NHL og þetta var rosalega barátta við Edmonton Oilers sem að ég held að þetta hafi endað í 7 leikjum að þið þurfti að vinna x margar leiki en allavega það var svo umtalað í fréttunum hvað það var í góð stemning og góð liðsandi í þessu liði og að allir sem að mættu nýjir leikmenn þeim var tekið svo vel
og þeir bara upplöðu sér strax sem hluti af liðinu og þeir voru að tala um að liði hefði í raun og verið unnið af því að þetta var svo góð stemning og liðsandi. Já, bara klárlega. Ég hef skoðað mikið árangur Íslands í íþróttum undanförnum árum, sérstaklega hópíþróttum og skrifaði bók um það þú veist, af hverju þetta stafaði og það er bara svolítið þetta. Við vorum bara fótbolta, handbolta, körfubolta og hópfimleikum. Þá vorum við bara með svakalega sterka liðseild og liðsand og kultúr á þeim tíma sem var jákvæður fyrir árangur á vellinum. Þannig liðið var meira en summa einingarna sem myndaði það sem merkjum félagslega töfra. Skilur þú, þú veist, og það er akkurat þetta að þú veist, að það séu ákveðin samskipti innan liðsins, það er ákveðin traust, það er ákveðin vinskapur, það er ákveðin markmið, það er ákveðin hlutir í gangi og liðsandi getur verið heilbrigður, hann getur líka verið skaðlegur. Akkurat. Og ég hef nú unnið mörg líka í tíðina og þekki mikið inn á þetta svið og þú veist, þetta er oft bara ekki nógu gott sko, oft bara mjög skaðlegt skilur og bara hvernig er húmor notaður innan liðsins, hann getur verið mjög skaðlegur skilur, þegar einhver sem verða fyrir honum hann getur líka verið með jákvæður uppbyggilegur sko, þú veist, og allt þetta skiptir máli hvernig hlutin sem gerður, þess að skiptir kúltúrun og stemningin svo miklu máli og þegar að við höfum náð sem lengst í íþróttum Íslendingar, þá höfum við verið með þessa liðseild sem við gert liðina einhverju meira en sumeiningar sem myndaði það. Ég gerði tilraunir til að mæla liðsanda, að því er ekki til í tölfræðinni og gerði svona stikkpröfu, tók annars vegar handboltalandsliði karla á Ólympíuleikunum 2008, unnið silfrið. Svo tók ég stikkpröfu í fótbolta, Ísland spilaði við Argentínu í karlafótbolta og Ísland spilaði Svíþjóð í kvennafótbolta. Og bara, hvað sé ég þegar ég horfa á leiki og fór bara að skoða stemningu. Hvernig mælur þetta? Já, ég fór bara að skoða bara látbragð leikmanna. Hvernig hegða þeir sér? Hvað eru að gera? Hvernig eru samskiptin? Þessi tákrænu samskipti innan vallar og utan innan vallar, bara þú veist high five og thumbs up og klappa fyrir ykkurum og slá baki á ykkurum og líkamspresens og líkamstjáning að því ég sagði á þann, það sem við segjum það er minnstil hluti samskiptina við gefum þetta til kynna með hvernig við hegðum okkur. Akkurat. Og þá gat ég sýnt fram á það að íslenska handboltalandsliðið var bara með miklu jákvæðri boðskipti á vellinum en andstæðingar okkar. Sama við þegar Ísland keppti við Argentínu að HM kalla í fótbolta og Ísland keppti við Svíþjóð í undankeppni EM í kvennafótbolta. Frábær úrslit öllum tilvikum. Við erum ekki með betri leikmenn en við vorum með þessa félagslegu töfra inn á vellinu sem hjálpuðu einstaklingum að kljást við þetta rosalega verkefni að sigra bestu þjóður í heimi íþróttum. Skilurðu sko. En svo víkingaklappið, það er svo mikið samheldni, maður upplifði þar að það stóð allir á bakvið. Já, og þetta smitast til áhorfenda. Það er ekkert gaman að horfa á lið sem er andlaust og stemningslaust. Þá gerist ekkert. Og íslenska karlalandslið fótbolta fór í gegnum svoleiðis skeið, lenti í alls konar hremmingum út á hegðun leikmanna utan vallar og lenti í alls konar hremmingum þess vegna. Og kannski verður stemningin verri í liðinu. Stemningin verri og eitrar andrúmsloftið líka til áhorfenda og þú veist og allt þetta sem var til, það var allt í nú bara farið og þá voru ekki þessi félagslegi töfrar í liðinu sko, lengur, sko, þú veist, inn á vellinum, sko, þú veist, ég er að tala um það og það er akkurat þetta og það smitast til áhorfenda og þú veist finnum það sem við farið á stóra viðburði, þú fórst á íshokkíið sko, það verður eitthvað til í fjöldanum, eitthvað sem heldtekur mann og lyftir mann í hærri hæðir að því við erum hluti af einhverju starfu merkinu, þetta er bara trúarbrögð, bara eins og fólk á trúarsamtökum í Bandaríkjunum sem það sér sem bara missi sig á vald almættisins sko, við erum þarna bara á íþróttakappleikjum en það byggir á því að stemningin sé smitandi, hún sé jákvæð, að séu þú veist, líkamstjáning skiptir miklu máli þú veist attitút og allt þetta þetta helst allt í hendur sko. Ég var einmitt að ræða þetta bara við eina í gær í göngutúr dagsins að hvað myndast sko oft góð stemning að við vorum að tala um að fara á tónleika þetta er bara svip og íþróttaviðburðir það myndast einhver svona ákveðin virðing þú ert ekki træddu við náungan það er einhvern veginn bara allir saman liði eða stundum tveimur eða íþróttaviðburðir einn ef það er tónleikar en það er eitthvað magna stemning sem hrífur mann með sér af fjöldan og það er fólki sem skapar stemninguna
það eru töfrarnir. Töfrarnir er ekki til ef það er ekki á staðnum. Nei. Ef þú verður eini áhorfandinn, þú myndir hegða þær allt öðruvísi á tónleikunum heldur en ef það er fullt af fólki. Akkurat. Ég fór hérna og ég búin að skoða þetta mjög ítarlega og fór meðal annars á skemmtun ABBA sveitarinnar í London, það sem er komið fram sem avatarar. Ok. Og er búin að byggja sér tónleikahöll og bara með 2 sjó á dag, skilurðu, ABBA live sem avatarar. Og ég fór með rannsóknar glerun, félagsfræði glerun af vopni og skrifbókina og tók niður notes, sko. Og það var svo merkilegt að, þú veist, það varð ekki þessi rosalega stemning eins og hefði verið öllu jafna. Vegna þess að ég vart með avatara sem hafi ekki líkamlega tilvist, sko. Þú veist, þú sérð alveg á þeim að þeir eru bara að horfa út í loftið, sko. Þeir eru ekki til og það verður ekki þessi gagnvirka stemning, sko. Og einu augnabliki í tónleikana þá fóru áhorfendur að svona sveifla höndum svona fram og tilbaka bara sem spratt upp í hópnum. Það voru engin sviprið hjá ABBA-meðlimunum, sko, skilurðu, það var ekkert appreciation bara vel gert og þú veist eitthvað brostu, bara ekki neitt, þau bara held áfram að spila, það er ekki þessi gagnvirka stemning. Þannig að mér fannst þetta rosalega klent, skilurðu, og bara daburt að því að vantaði mennskun í þetta, skilurðu, og það er akkurat þetta að, þú veist, þetta er alltaf interaktív, þetta er gagnvirk samskipti sem að búa til félagslega töfra, þú veist. Auðvitað getur þú fundið eitthvað tilfinninga með að horfa á kattavídeó í símanum mínum eða að tala við að sjálfsögðu, en hún er miklu meira takmarkandi en að upplifa hlutin í raun í gagnvirkum samskiptum, sko, við hvalinn sem þú sérði í vídeónu sem þú fær bara gott í hjartað, þú veist, eitthvað að klappa hval, þau sem er að fá, eða ég er alltaf að fá, en að vera sjálfur, það bara tekur því allt aðrar hæðir og það er svolítið punkturinn, þú getur alveg félagslegir töfrar geta alveg myndast að einhverju leyti í gegnum tæki og tól, en þeir eru svo miklu takmarkari hætti og takmarkari áhrifum heldur en í hversdagslegum samskiptum eða til augliti samskiptum milli fólks. Sko, þannig að því að menning er náttúrulega svo sérstök og eins og þú segir, það getur verið menning innan félags, það getur verið menning innan vinnustaðar, það getur verið menning innan þjóðar. En þá fer ég að hugsa enn til dæmis eins og með aðflutta Íslendinga. Nú er svo mikið að erlendum Íslendingum og nú flytja hingað. Ætli þessi erfitt fyrir þau að lesa í þessa félagslegu töfra, veist, ef það er tungumála ekki sama eða menningamunur, veistu, hefur eitthvað kynntir þetta? Já, örglega, en þess þá heldur er mikilvægt að við heilsum nágrunum okkar og tölum við fólk í búðinni sem að þarf á því að halda og þá sérstaklega kannski þeir sem eru nýjir á Íslandi og er ekki búin að ná tökum á málunu og eiga kannski erfitt með að tengjast inn í félagshópa og allt þetta, krakkar sem koma innflytjenda eru ólíklegir til að það taka átt í skipulegu íþróttastarfi. Þú veist, það eru ákveðnir þröskuldar fyrir fólk að komast inn í samfélagi og þess þá heldur er mikilvægt að við í þessum líkamsheimum okkar tölum við fólk og bjóðum að velkomið og gerum eitthvað og þú veist og allt þetta, þannig fáum við fólk inn í staðin fyrir að senda ykkur að posta það, sko, skilur við, sko. Þannig að þetta er mjög mikilvægt fyrir alla og kannski ekki síst þá sem að koma úr öðrum menningarheimum, en auðvitað er oft erfitt aðlegast, eins og ég sagði með Japan áðan, fyrir Japan að koma sem að fyndist þetta kannski pínu framandi í byrjun, skilur, og kannski ekkert endilega móttækileg, en samt sem áður, þetta er það sem við viljum standa fyrir, að búa til samfélag og við verðum þá að standa fyrir það og samfélag, þú veist, er ekki bara safn einstaklinga, heldur er samfélag hópur fólk sem verður einhvers konar liði sem er saman og sinni þessu samfélagslega verkefni og í því felst, og það hefur mikil áhrif félagslega heilsa okkur yfir höfuð að búa í heilbrigðu samfélagi versus að búa í fyrstu samfélagi, það er bara mikill munur þar á. En að þau erum nú að dotta aðeins inn í heilsuna, ég spyr alla sem koma til mín, hvað er heilsa fyrir þér? Ég lít kannski ekki á heilsu sem þetta og þetta, sko. Þú veist, ég sér alls saman, það er líkamlegt, sálrænt og félagslegt og allt það. Ég lít frekar á það að, sko, mér finnst oft gott að nálgast svona hugtök með að sko andstæður þess. Okay. Þú veist, hvað er þá
ekki heilsa eða vond heilsa, skilurðu, þú veist, hvað það væri og þú veist, fyrir einhvern sem fótbrotinn, þá það heilsa að fóturinn verði aftur eins og hann var, skilurðu, og fyrir einhvern sem að glíma við þunglindi, að losna við þunglindið og fyrir einhvern sem einmana, þá það félagslega heilsan, að losna við að vera einmana, skilurðu. Mér finnst það vera mín nálgun á heilsu, skilurðu, að ekki að það sé einhverjir konkrít mælikvarðar vegna þess að eins og við tölum á það félagsþörf fólks mismunandi, sumum finnst betra að vera meira, þú veist, vilja meira einir, þú veist, það ekkert endilega einhverju svona bara hérna talan sem átt að vera, skilurðu, sko, að því þetta misjafnt til einstaklinga, en mér finnst heilsa vera að, þú veist, frekar að horfa hinni áttinni, að þú veist hvað heilsa þegar þið vantar hana, skilur þannig ég nálgast þetta pínu þannig, mér finnst það svona pínt gott til að svona reyna átta mig á og ef við erum einmana eða eitthvað svo, þá það verkið að félagslega heilsu okkar sé bara ekki nógu góð, þá þurfum við að leita öflugri félagslegri tengsla og samskipta og þá bara gott að byrja í búðinni hjá kassatarfanum. En hvað gerir þú til að hugsa þína heilsu? Ég mjög heilsu svona sinnaður, ég hreyfi mig mjög mikið, gert og fer mikið í líkamsrækt, fer út að labba með hundinn 2 á dag, ég hugsa, mataræðið mitt held ég bara freka gott, ég svona, þú veist, drekka aldrei gos til dæmis, eða orkudrykki, drekka ekki kaffi sem að, ég veit ekki hvort heilsum að fyrir tvennum sögum að því drekka mikið af vatni, ég reyna að borða mikið af grænmeti, en þú veist, ég borða satt ýmislegt sem þú veist, ég ekki fullkominn í þessu, en ég meðvitaður það, þú veist, ég ekki sérfræðingur það, en ég svona að reyna að draga úr sykri og gerfisykri og öllu þessu drasli og morgunkotni og svona, skilur, reyna að hugsa mig þannig og bara, þú veist, þetta allt andlega og félagslega þá bara ég hef mikla félagsþörf og mér finnst gaman að fara út í búð, skilur, og ég fer út í búð á hverjum einasta degi að því ég bara fæ eitthvað út úr í. Já. Mér finnst það bara gott. Bara hitta fólk. Og ef ég fer ekki út, sko, þá líður mér verð. Ég finn það bara. Þess vegna reyni ég að fara út og ég hef mikla þörf fyrir að fá orku úr umhverju mínu. Fer ofta að vinna bara á kaffihúsi ef ég að skrifa eitthvað, þú veist, stundum spjalla bara, stundum er maður bara með headphone-in, en ég fæ bara orku úr af fólkinu í kringum mig. Yeah. Og ég andleg, svona þá ég mjög jákvæður, ég sé glasi hálf fullt og reyna að sjá það hálf fullt og reyna að setja þetta í eitthvað svona perspektíf, í eitthvað samhengi sem að hjálpar mér og jákvætt og uppbyggilegt frekar en hitt og þú veist, það margt sem safnast saman og eitt sem ég hef lært og hérna bara núna á síðustu 2 árum og tileinka með meiri mæli sem ég var ekkert sérstaklega góður í, bara eftir ég fór í þessar pælingar með félagslegu töfra og fór að gera athuganir í búðinu og hér og þar. Ég orðinn umburðarlyndari. Ég held að það sé mjög gott, umburðarlyndur. Ég átti það til að verða að pirra mig yfir fólki og eitthvað, pirra mig á ökumönnum og eitt sem fór í töðunar mér og kona mín var alltaf að hlæja mér að því ég fer á kassan og þú veist það þegar eitthvað var fyrir frama mig á kassanum og svo var búin að borga en átti til að setja allar vörurnar í poka. Þannig að það býðu allir bara svona þú veist, sýndu nú smá tillitssemi, sko. Þetta fór alveg stórkostli í töðunar og kona mín var alltaf bara rilli, sko, og eitthvað svona. En eftir að ég fór í þess að pæli þetta frá þessum og fór að sjá þetta frá þessum sjónarhorni og pæli félagslegum töfrum og allt það, fór ég að skynja þetta öðruvísi og geta sett mig betur í spor annarra. Og þessi sem fyrir frama mig á kassanum, þú veist, ég veit ekkert hvað þessi persón að upplifa. Kannski líður henni rosa illa, kannski hún með fjárhagsáhyggjur eða áhyggjur á hjónabandinu sínu eða kannski, þú veist, hún að glíma við bara einhver veikindi eða eitthvað eða stressuð yfir einhverju sem að gerast og gleymir sér bara og allt það.
og þannig ég fór að beita þessu meira, bara þessu umburðarlyndi að setja mig í spor annara og átta mig á því að fólk bara á alls konar stað á þessari stað og stund og getur verið að upplifa alls konar vandamál og óöryggi og veit ekki hvað og hvað. Þannig ég eiginlega svona hættur að dæma fólk og mér finnst það ekki síst hafa gert mér gott. Þannig ég að reyna að hlúa heilsu minni á margvíslegan hátt, líkamlega, andlega og félagslega með því að bara temja mér sem best viðhorf og kannski lífsmynstur og hugafar til að bara líða vel. Og mér líður ótrúlega vel og ég held að mér hafi tekist þetta bara nokkuð vel og en ég að reyna að svona að passa upp á allar þessar hlíðar og allt það. Yeah. Það eru nú margir sem segja einmitt að góð heilsa sé einmitt að líða vel. Ef þið líður vel, þá ertu við góða heilsa. Nákvæmlega, vegna þess að þegar maður veit að þegar maður líður illa að það ekkert verra og þá þráir maður að líða vel og ég að segja að maður getur einhverju leyti tekið þær ákvarðanir sjálfur með lífstíl og hugafar en að miklu leyti kemur úr samfélaginu kringum hann. Og ef ég að tala að ég var að tala félagslega töfra þá það samt ekki að félagslega samskipti sé alltaf góð. Já, ég skil. Þú veist, oft autt rúm betra en illa skipað, skilur við. Þannig að það getur verið að fólk í kringum okkur, skilur við, sé ekki endilega holdt og gott fyrir okkur. Nei, velja okkur fólk sem nærir okkur. Nærir okkur, við eigum ekkert að vera kannski að, þú veist, vera að íta sérstaklega samskipti við fólk sem að tekur okkur hináttina. Þannig að félagslegi töfrar byggja á kannski þessu að þetta séu jákvæðu uppbyggilega samskipti og þá getur maður kannski pínur reynt að setja sig í þessi spor að velja það eftir einhverjum hætti. En svo það líka eins og ég sagði á hann með þessa stóru hluti eins og kuldun og allt það. Það bara svona samfélagsleg öfl sem að draga okkur í einhverju áttir sem geta dregið úr velíðan okkar með því að bara ofurkappa og vinna rosa mikið og eiga rosa mikið og vera í samkeppni við aðra og samfélagsmiðlum um bíla og föt og fara til útlanda og hvernig við lítum út og allt það. Þú veist, þetta getur dregið okkur í einhverju áttir ómeðvitað sem okkur fyrir að líða verð. Lukka og Siggi voru hérna í þætti sem kom nú bara út í dag held ég. En hérna að þau voru að tala að það búið að normalisera svo mikið, þess að ég sleppti nú aðeins. Og það svo sagt, normalisera hegðun eða venjur sem hafa slæma áhrif á heilsun okkar og það líka samfélagslegt. Það nákvæmlega, þetta bara vel orðað. Það akkurat málið að það búið að normalisera alls konar hegðun, neysluhegðun, samskiptahegðun og alls konar sem bara slæm fyrir okkur og við tökum því bara sem gefnu. Svona þetta bara. En eins og ég segi til að vitna aftur í bókina mína sjá samfélagi, þá ég einmitt að tala þetta. Við eigum ekki að taka þessu öllu sem gefnu. Við verðum að vera gagnrýnin á umhverfu okkar. Við þurfum að vera gagnrýnin á skilaboðin sem eru allt í kring. Og það stundum sagt í félagsfræði að þegar allir halda að hlutinir séu bara svona, þá við að fara að grúska í þeim bara, þú veist, þetta gott eða nei, þú veist, eitthvað svona, skilur við. Yeah. Þegar normaliseringin orðið sterk, þá þurfum við að fara að pota í hann og segja bara nei, þetta ekki endilega gott fyrir okkur. Og ég að svolítið að reyna að hjálpa fólki að sjá samfélagið og fara meira í bílstjórasætið en að vera farþegi í því. Ekki. Þannig að það uppbyggið mitt og sjáu þá að það getur gert ýmislegt til að skapa félagslega töfra fyrir sig og sína ef það sér þetta ósýnilega, átta sig mikilvægi þess og reynir að svona feta sig þangað og taka það meir inn í daglegt líf heldur en ekki sko. Þannig að, já. Við erum bara búin að fara yfir svona það helsta sem ég var með. Eitthvað sem að þig langar sérstaklega að segja sem að ekkert sérstakt sko, við út bara að fara yfir þetta bara þessi gumgæðlega pepper. Ég sagði örugglega miklu meir en ég ætlaði að segja þetta líka. Dásamlegt bara. Sem eðli góðra spyrjanda. En ég ákveði líka því að tala þetta ég fer aldrei í viðtöl, helst í útvarpsviðtöl eða Zoom-viðtöl vegna þess að ég fæ ekkert út úr þeim. Svo stutt?
Nei, ég fæ ekkert út úr en það verður ekki þetta augnsamband og þessi nánd Já, þannig sem við erum að já, upplifa já, hérna. Já, ég veit það. Að fara, þú veist, og það akkurat þetta, þess að við mjög gaman að koma til þín, þannig að ég fæ bara mikið út úr því þessu samtali okkar núna og það verður ykkur tenging hér sem að ég hefði ekkert fengið og þú ekki heldur vantarlega ef að ég bara verið eitthvað stað annars þar, það hefði verið allt öðruvísi. Já. Ég hefði kannski sagt eitthvað að sömu hlutunum en umræðan hefði ekkert farið í sömu áttir vegna þess að þegar ég sé að þú kinkar kolli þá held ég áfram að tala á þessum nótum ef ég sé að þú ert að vera áhugalaus þá segja okkur þetta er ekki áhugavert að fer umræðan eitthvað annað þannig eru samskipti alltaf gagnvirk og mér það kannski svo ágætispunktur í restina að þess vegna tek ég ekki þátt í viðtölum nema að vera á staðnum þrátt fyrir það að það kosti það að ég þurfa að aka engað og að taki þá hálftíma lengur og eitthvað eða hvað það nú þá það bara algjörlega þess virði. Það ekki alltaf virði í því að minnka tíman og gera þetta eins fljótt og hægt vegna þess að það tapast ákveðin gæði úr upplifunni á takmörkun. Ég hef upplifað þetta, ég hef haldið fyrirlestra og þegar maður á staðnum það svo geggja, þá færði þetta feedback en svo í COVID þá tók ég upp fyrirlestur og eitthvað fyrirtæki deildi því og það bara allt annað, þú veist. Það bara að tala einn við skjáin þá þú ferði ekki því maður les ekki salin þú veist og það verður ekkert svona spontant þú veist, það dregur öllu því sko, fólk miklu ólíklega á Zoom til að fara eitthvað hérna og það verður eitthvað svona alvöru díalóg sko, þú veist, og rannsóknir sína það líka, svona spjallgluggar þeir verða miklu svona ópersónulegri ómanneskjulegri svona harðari skilurðu, þú veist og vegna þess að í þessum og samskipti sína það bara rannsóknir í taugavísnum sína það að þegar fólk kemur saman og hefur áhrif á heilastarfsemi okkar skilurðu, þú veist, þá smitast þú veist, virkjar svæði í heilanum sem ítundir samvitund og samkennd og það verður miklu meira í augliti til augliti þess vegna verða samskipti bara allt önnur og betri og heilbrigðari og árangurssríkari sko. En eigum við þá að hafa áhyggjur af yngri kynslóðinni sem svo mikið að bara hafa samskipti í gegnum snartæki? Ég hef bara áhyggjur af samfélaginu. Bara öllu? Já, ég var alveg hreinskilinn. Ég hef bara áhyggjur af samfélaginu hvað þetta varðar. Og hérna, vegna þess að þegar við sjáum bara bresti samfélagsins, við myndumst á áðan, það eru alls konar rosaleg vandamál undirliggjandi. Bara fátækt og hatursorrað og skautun og einmannaleiki og kulnun og ég veit ekki hvað, sko. Þú veist, og þetta bara ágerist einhvern veginn og við náum ekkert höndum á þetta, þannig ég bara áhyggjur af því unga fólki okkar, eldri borgarnir eru kannski viðkvæmastri stöðu það má alveg segja það að unga fólki sem að þekkir ekkert annað, það mun bara tilengja sér nýja tækni en fer þá misið ákveðna hluti og heimurinn fer bara í þá átt sem hann fer við breytum því ekki svo glatt en við getum ekkert bara látið þetta gera gagnrýni laust. Hvað sér þið fyrir það? Hvað getum við gert? Ekki gagnrýnislaust, við eigum þegar að eigum við ekki bara frekar það kannski fínt að halda Zoom-fundi þú veist, mál sem eru með klift og skorinn og eitthvað svona en það mikilvægt að en nú skulum við næstu viku hittast öll við höfum gott af því skilurðu, að átt okkur að þetta kemur ekki í staðinn að við reynum að leggja okkar mörkum í okkar nærumhverfi til að efla félagsleg samskipti, efla tengsl, auka félagsauð í okkar nánasta umhverfi. Það það sem hver og einn getur gert. Tala við nágranna sína og allt þetta, skilur sig hvað. Og svo finnst mér líka eins og með skólastofnanir. Ég að tala fyrir Háskóla Íslands, þá ég að tala og reyna að vekja athygli á þessu að við getum ekki bara látið þetta fara gagnrýnislaust og að fari bara allir að læra í gegnum tækitól heima á sér. Vegna þess að það svo mikið í húfi að það sé háskóla samfélag sem dýnamist, það eru samskipti, það samtal, úr því sprettur tilfinningar smitun, úr því verður nýsköpun, úr því kynnumst við ólíku fólki, styrkum veik tengsl, það eru alls konar hlutir sem tapast ef að kvarnast úr háskólasamfélaginu. Og ég að reyna að vinna innan þessu innan háskólans, sjálfsagt að vera með fjarnám og streymi á einhverjum sviðum, á einhverjum hlutum, en það algjört lykilatriði að við höldum staðnámi og fáum fólk á staðinn í miklu mæli til að halda uppi þessu háskóla samfélagi sem svo dýrmætt
fyrir okkur sem einstaklinga, sem samfélag og líka bara fyrir vísindi. Vegna þess að rannsóknir sýna það að framþróun, nýsköpun verður til í óformlegum aðstæðum, bara jafnvel á kaffistofunni og spjalli á göngunum og allt þetta. Og það hellingur af rannsóknum sem að ég að nýta mér sem að segja mig þetta. Og þess vegna ég að vinna þessu innan Háskóla Íslands og í hverfinu mínu, við erum með frábæra götu, það götugrill og við þekkjum allan nágranna, skilurðu. Þú veist að við vinnum í okkar nær umhverfi og það en auðvitað eru þeir sem stýra, skólastjórnendur, þeir sem að stýra fyrirtækjum og deildum, þeir hafa náttúrulega miklu meiri völd eða afl til að hafa áhrif á þetta á stórum skala. Ríkisstjórn Íslands, skilurðu, hún getur gert mikið í þessu, en hún virðist vera algjörlega á þeirri línu að bara að skjávæða allt í samfélaginu. Án þess að átta sig kannski á því að það hefur þessar afleiðingar að bara einmannaleiki og allt það. Ég meina, Bretland og Japan eru búin að setja á stofn ráðherra einmannaleikan, sko. Þetta eru svo mikið stór vandamál. Það rosalegt. Veist, verður það eftir 5-6 ár, sko, með þessu áframhaldi. Þannig ég er ekkert voðalega svona uppörvandi, ég veit það þessu spjalli. En stundum eigum við fræða fólkið, stundum eigum við að pota í til að vekja fólk til umhugsunar. Og það er það sem að ég er kannski að reyna að gera hérna. Ég veit hún, verðandi forseti okkar, Halla Tómasdóttir, og maðurinn hennar komið í vor til mín í viðtal. Og ég er rosalega ánægð að þau sé að fara á Bessastaði af því að ég veit að þau vilja hafa jákvæð áhrif á heilsu þjóðarinnar. Og þú veist, og hún hefur einmitt talað þetta, þú veist, það er svo mikill auður í fólkinu og öllu þessu, þannig að vonandi bara hefur það einhver svona hreyfiafl til jákvæðni. Nákvæmlega, en kannski eins og þú sagði þér áðan, þú veist, það er alveg teikn á lofti, þetta sé kannski koma aðeins tilbaka og kannski eru við bara aðeins farin að átta okkur á þessu og það þarf bara að myndast eitthvað gott jafnvægi, skilurðu. Tæknin er stórkostlega að mörgu leyti og hún er ekkert að fara, hún er bara að eflast og aukast. En við verðum að passa kannski upp á jafnvægið, hún kaffæri ekki allt þetta félagslega sem er svo mikilvægt þegar við hittumst. Sko. Akkurat, sko. Ég var búin að punta niður nokkra spurningar, ég með eina sem ég glemt að spyrja, þannig að þetta er algjör uppbeygja frá því sem við talum. En sko, þú hefur unnið svo óbærslega mikið með íþróttum og rannsakað það ekki, alls konar tengt íþróttum. Finnst þér við á Íslandi of árangur smiðuð í íþróttum barna? Er það á kostnað félagslega? Nei, ég held ekki, sko. Ég held að þetta er mjög erfitt að skipuleggja íþróttastarf þjóðar til að sem er fullkomið. Og við erum alls ekki með fullkomið íþróttastarf, en við erum með ótrúlega gott íþróttastarf í heildina. Og þetta hefur ég ferðast mjög víða í tengslu við íþróttir og skoðað í mörgum löndum og ég hef tekið á móti bara hundruðum erlendra gesta sem hafa komið að skoða til Íslands og það er allir bara, vá, ég vildi að ég væri með börnum í Íslandi. Hvað er það sem við gerum svona vel? Það er það sem við gerum vel að íþróttir við setjum fjármagnið í barn- og unglingastarf. Sveitafélögin eru borga fyrir íþróttastarf í Íslandi. Það eru sveitafélögin sem borga byggingar, mannvirki, niðurgreiða æfingagjöld, borga íþróttastjóra, yfirþjálfara og alls konar. Það eru sveitafélögin sem gera þetta. Þannig að það er alltaf verið að vinna þetta í nærumhverfinu. Og við höfum mjög litla peningi afreksíþróttum eins og hefur kannski komið fram í umræðinni. Þannig meðan allar aðra þjóðir setja allan peningin í afreksíþróttir á toppnum, efsta hluta píramítans, þá setjum við hann í undirstöðunar í neðsta hlutan á píramítan til að byggja frá grunnu upp á við. Við erum með íþróttastarf sem er skilgreint sem íþrótti fyrir alla. Það er það almennt séð, þú veist. Það er það á þeim nótum að skiptir engu máli hvort ég er lélugur eða góður. Ég get æft og verið með þjálfara og farið upp alla flokkana, skilurðu, þú veist. Það bara skiptir engu máli þó ég geti ekkert í fótbolta. Ég get byrjað 7 ára og farið upp í annan flokk í íþróttafélaginu minni, sko. Og það er íþrótti fyrir alla. En gallinn á því núna, þetta svona að það eru kannski einhverjir tekjuhoppar, tekjulægstu sem eiga erfitt að því þetta kostar peninga, skilurðu. Að því við erum með þjálfar og aðbúnað og allt þetta og innflytjendur, börn innflytjendur og ólíkir þetta fara og allt það, þannig að þetta er ekki alveg
það frábært, en við erum með þessa grunn hugmyndafræði sem virkar vel fyrir fjöldan þó að betur megi gera varðandi jaðarhópa, skilurðu. Og það sem við höfum líka sem aðra þjóðir hafa ekki, við höfum þjálfara frá fyrstu stigum sem eru meira og minna menntaðir, launaðir, meðan að víða þetta kannski bara einhverju foreldrar sem að þjálfa eða efnilegustu krakkarnir innan gæsalappa eru teknir í einhverjar akademíur frá 5, 6, 7, 8, 9, 10 ára aldri og það aldrei breyk fyrir hinna, sko, þú veist. Þannig að kerfið bara annarkvort ætlar að vera afreksmaður eða þú bara í einhverju svona einhver foreldrar að þjálfa tvisar í viku og eitthvað bla bla bla, sko. Ég ólst upp í Svíþjóð, þar voru ég var í fimleikum, þar voru þjálfarnir mitt bara einhverju úlingar, sko. Já. Og líka mann ég að eins og bræði minn voru að æfa eitthvað, þetta voru oft bara þá foreldrar. Já. Sem voru að þjálfa. Og það eins og í Skandinavíu sem að hóft til, þar ekki þessi þjálfun og yngstu stígunum eins og við erum með hér. Þannig við látum resortbjargirnar okkar, við látum þá neðst í stigan. Og það sem við höfum líka í íslensku íþróttastarfi, það að við erum með, þú veist, þetta snýst ekkert hugmyndafræðin, snýst ekkert bara að skapa afreksfólk. Auðvitað keppni og það kannski A, B og C-lið og hópar og allt það. Og það að einhverju leyti mjög mikilvægt vegna þess að iðkendur verða að fá verkefni við hæfi. Það ekkert gott fyrir það sem kann ekkert að vera að spila með einhverju sem bestur og fá aldrei boltan í fótbolta. Eða sá sem bestur að spila með einhverjum og fá ekkert út úr því. Og þetta vand með farið, gerir mig fulla grein fyrir því, en þetta besta kerfið sem að við getum reynur fundið og höfum fundið upp hingað til, svo framalega sem að A, B og C-liðin deilist á æfingum og að sé eitthvað félagslegt og allt það, sko. Það ýmis félög farin að sporna við þessu með að skýra félögin eitthvað annað, ekki A-lið, heldur skýra eftir nöfnum og eitthvað svona, en það aukaatriði. Þannig við höfum það og við höfum það að íþróttir eigi ekki bara að vera snúast afrek, heldur eiga það að vera snúast félagsmótun. Og rannsóknir allt frá 1994 sýna það að krakkar sem taka þátt í íþróttum, þeir bara njóta alls konar ávinnings, bara þau hafa betri heilsu, andlega heilsu, eiga fleiri vini, hollara mataræði, ólíklegt til að drekka, reykja, bla bla bla. Já, fyrir utan það bara kunnast að takast á við mótlæti. Já, þú lærir á lífið, svolítið. Þannig að íslenskt íþróttastarf nánast einstakt, ég segi ekki einstakt, því ég þekki ekki alla parta heimsins, það nánast einstakt vegna þess að þarna blöndum við saman bæði svona íþróttir allir með sem voru jákvætt fyrir einstaklinga, þroskast og þróast, en við erum líka með keppnina sem elur að sér að við erum fullt af afreksmönnum, þannig við blöndum saman tveimur ólíkum leiðum sem eru aðskildar alls staðar annars staðar. Við blöndum þessu saman og þegar við náum að hitta á þennan punkt að gera þetta heilbrigt, þá þetta geggjað gott kerfi. En auðvitað eru dæmum það að það ekki alltaf jafnvægi. Stundum fara afreksáherslurnar neðar og þetta verður harðara, þá verður þetta óheilbrigt, skilurðu, og stundum eru mikið bara allir með þegar komið efri unglingsár og þá náum við ekki kannski öllu þar heldur, skilurðu. Þetta svona ákveðið jafnvægi sem þarf að nást og þegar við náum því, og við náum því alltaf stundum, þá erum við með ótrúlega gott kerfi, en oft það kostar vinnu að halda þessu jafnvægi og ég ofta að vinna við það að pota í ef að jafnvægið raskast. Þegar að afrekspælingarnir eru orðnar of miklar, við ætlum að fara að velja í afrekshópa 10, 11, 12, 13 ára krakka, þá segi ég bara hingað ekki lengra. Vegna þess að rannsóknir sína að þetta ekki gott fyrir krakkana, þetta ekki gott fyrir íþróttirnar, þetta ekki gott upp á árangu þeirra, skilur við allt þetta. Þannig að ég og fleiri erum ofta að reyna að, og við sem erum í þessu fæi, berum náttúrulega ábyrgð á því að taka þátt í umræðinni og passa upp á að reyna að hafa kerfi sem heilbrigðast og best. Og það sem að hefur líka batnað á undanförnum árum bara jafnréttið. Þetta náttúrulega mjög karllægt íþróttir allstaðar í heiminum og við höfum á allra síðust árum og MeToo hjálpaði náttúrulega mikið þar, þá hafa íþróttafélögin og íþrótt sem stíðu upp og aukiðir jafnrétti í íþróttum sem var löngu tímabært og þetta hafa fræðimenn verið að benda á lengi og það þurfti MeToo til að ýta boltanum kannski svona
en lengra og á stað sem að er mun betra en að var áður sko. Já, það nú félagslegt, byltingar. Það algjörlega félagsleg bylting sko. Og það akkurat þetta, það tíðaranda sko. Þetta var bara þannig, þetta var bara kalla, íþróttir voru fyrir kalla og það bara svona félagsleg staðreind sem að bara normaliseruð, en svo þarf byltingu til að breyta þeim hugmyndum alveg eins og bara með allar aðra normaliseringu sem ekki endilega æskileg eða heilbrigð sko. Nei. Ástæðan fyrir ég var að spyrja að þessu með sko, hvort við værum árangursmið einfaldlega bara að minnst brottfall úlinga of mikið. Ég að kenna í framhaldsskóla og mér finnst því ég spyr í fyrsta íþróttatímanum á haustin, nýnemana, og þá eru sko 50% þeirra ekkert að æfa. En brottfalli gerist einmitt þarna árunum. Akkurat fyrir framhaldsskóla. Akkurat fyrir þetta. Þetta akkurat punkturinn og sko brottfall finnst mér, það ekkit óeðlilegt. Það bara spurning hvað eðlilegt og hvað óeðlilegt. Auðvitað eðlilegt, ef við erum með svona mikla íþróttaþáttökum í Íslandi, sem að bara 80-90% barna æfa einhverja íþrótt einhver tímanum í íþróttafélagi. Það óeðlilegt að það haldist upp vegna þess að þú ferði íþróttir að því viniðinni fara, foreldrarnir hvetja þig og eitthvað í því hvað og svo þegar þú eldist og kemst á unglingsár þá bara sérðu bara alls konar aðra hluti í heiminum. Þá bara tónlist og myndlist og þetta og hitt og bla bla bla, alls konar hlutir og þá ekkert óeðlilegt og þá líka komna kannski meiri afreksáherslur að ef ég ætla ekki að fara að verða afreksmaður, þú veist, en hafa verið til 14-15 ára, það frábært, auðvitað væri enn betra við væru til 16, 17, 18. Já, ef það verður hægt að æfa sko, þú þarft ekki lengur að keppa, þú mátt bara mæta á æfingar. Já. Þá myndi örugglega einhverjir halda áfram. Já, en þetta pínu flókið sko. Ég var aðeins að vinna með þetta með félagi fyrir eitthvað sem var að prófa svona hluti sem hættu og þetta gekk eiginlega ekkert sko. Það boðið upp á æfingar 2 í viku, bara spila og leika sér en þú veist, þá engin skuldbinding skilurðu, og stundum mættu bara 3, stundum mættu þetta pínu erfitt í framkvæmd þó að hugmyndin sé góð. En þetta eitthvað sem við eigum ennþá eftir að leysa úr sko. Það fullt af verkefnum sem að fyrir að leysa úr í íþróttarhefingunni eins og með fimmleika, þarf þetta krakka svo snemma úr af því að þetta verður svo mikið. En þess vegna komu kannski hópfimmleikarnir líka sterkir inn. Já, það rétt. Þátttaka í fimmleikum hefur aukið gríðarlega. Þeir sem voru ekki bestir á slá og allir ekki ólmpleika, þeir fengu farfi í hópfimmleikum sem miklu félagslegra og þurftir ekki að vera, þú veist, þú varst með þína styrkleika og hvað þetta sko. Þannig að það hjálpaði mikið til þar. En auðvitað, þú veist, brottfall stundum óæskileg, en stundum það bara, þú veist, ekkert vont sko. Stundum bara, ef að viðkomandi finnur sér í ykkur öðru og finnur fjölina sína í myndlist eða bara Björgunarsveit Björgunarsveit, skilu, bara frábært. Þá bara fínt að viðkomandi hætti á körfuboltaæfingum og fór í Björgunarsveitina. Þannig mér finnst þetta umræðan brottfall stundum svona, þú veist, þetta ekkert alltaf agalegt. En þú veist, ef þetta orðið, ef við förum að sjá eitthvað svona mikill mun, þá þurfum við kannski aðeins að bara bregðast við, finnst mér. Almennt séð. Æðislegt, eitthvað að loka? Nei. Við erum búin að blæra svo lengi. En ég með nýjan samstarfsaðila sem heitir Heilsuhillan. Já. Og þeir að færa þér veglegan gjafapoka með alls konar flottum vítamínum, nýjasti rafmagnstannburstin, meltingarensím og alls konar flott, lífrænt tannkrem, vítamínspray. Glæsileg, kæra þakkir. Já, bara gjörðu svo vel. Þetta opnar sjóndeildarhringina eins og maður alltaf að leita hvernig getur maður hugað að heilsunni. Það ekki? Jú, kæra þakkir fyrir þetta. Já, og ég skal senda þér upplýsingar alla vörurnar þannig að þú getur kynntir þér betur og Heilsuhillan á vegum Artarsan. Þeir eru með Instagram sem sagt Heilsuhillan og við erum einmitt með gjafaleik í gangi og það er hægt að vinna allar þessar vörur og meira í þessum gjafaleik. Þetta á vel við þessu podcasti. Já, einmitt. En bara takk kærlega Viðar fyrir að gefa þér tíma fyrir að koma. Virkilega gaman að spjalla við þig og fræðandi. Bara takk fyrir mig. Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo auðvitað Instagram, Heilsuerla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.